Gengið er til dagskrár. Tekið er fyrir annað dagskrármáli í vátryggingastarfsemi. Það er stjórnarfrumvarp, mál 225 á þingskjali 304. Fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur viðskiptaráðherra sem á að vera hér einhvers staðar í húsinu. Hæstvirtur viðskiptaráðherra er kominn í salinn og tekur hann til máls við að ræða annað dagskrármálið. Tekur hann til máls. Virðulegi forseti, ég mæli hérna frumvarpi til laga vátryggingastarfsemi. Frumvarpið er á þingskjali 304 og er 225. mál þingsins. Frumvarp þetta er samið af nefnd sem viðskiptaráðherra skipaði þann 18. september 2007 til að semja frumvarpum til innleiðingar og tilskipun endurtryggingar. Og þótt skipunarbyrði nefndarinnar hafi verið afmarkað verkefni við innleiðingun á sínum tíma, þá var fljótlega ljóst að innleiðingin kallaði á slíkar breytingar á lögum vátryggingastarfsemi sem ekki er hjá því komist að endurskoða þau lög í heild sinni. Meginástæða þessi frá því að núgildandi lög vátryggingastarfsemi komin til framkvæmda hefur þeim verið breytt fjölmörgum sinnum. Samþykkt þeirra á sínum tíma var hluti af aðlögun innleids réttar að löggjöf Evrópusambandsins. Þá hafa heilu kaflar lagana verið felldir brott eða breytt að verulegu leyti, bæði vegna sérlaga vátryggingamiðlun og eins vegna samþykktar á nýjum vátryggingasamningalögum árið 2004. Upphaflegu lögin innleiddu þær gerðir ESB á vátryggingasviði sem þá voru í gildi og frá gildistöku þeirra hafa verið innleiddar þær gerðir á vátryggingasviði sem skylt hefur verið innleiða samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Í athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins er sérstaklega tilgreint hvort verið sé að innleiða ákvæði endurtryggingatilskipunarinnar, gera tillögu til breytinga á gildandi ákvæðum án þess að það tengir sérstaklega innleiðingunni, eða hvort viðkomandi grein eigi sér samsvörun í gildandi lögum. Til skýringa skal þess getið á mörgum sviðum er ákvæði endurtryggingatilskipunarinnar spegilmynd ákvæða tilskipana fyrir skaða og líftryggingar. Í þeim tilvikum hafa ákvæðin í allflestum tilvikum þegar verið innleidd og því er eðlilegt að innleiðing endurtryggingatilskipunar er gerð samhliða heildarendurskoðun á lögum vátryggingastarfsemi. Þar sem tilefni frumvarps þessa er innleiðing endurtryggingatilskipunar er rétt að fara nokkrum orðum helstu ákvæði hennar og starfsemi innlendra endurtryggingarfélaga. Lög nr. 60/94 fjalla vátryggingastarfsemi, bæði frum- og endurtryggingastarfsemi. Með hugtakinu vátryggingafélag er lögunum átt við félög sem stunda bæði frum- og endurtryggingastarfsemi. Og af vátryggingafélögum með starfsleyfi í dag hefur Íslensk endurtrygging HF ávallt starfað eingöngu í endurtryggingastarfsemi. Auki hefur Trygging HF hinn seinni ára eingöngu unnið að uppgjöri eldri endurtryggingaskuldbindinga eftir flutning frumtryggingastofn félagsins til Tryggingamiðstöðvarinnar HF. Í gildandi lögum er kveðið á að enginn megi í atvinnuskyni stuðla að því að innlend vátryggingaráhætta sé frumtryggð annars staðar en hjá vátryggingafélögum sem hér hafa starfsleyfi. Hins vegar er í gildandi lögum engin takmörk á því hvar vátryggingaráhætta er endurtryggð. Og í fyrstu tilskipun ESB, eins og henni hefur verið breytt, er að finna ákvæði starfsemi félags sérhæfa sig í frumtryggingum. Á Evrópska efnahagssvæðinu var á sama hátt ekki að finna sameiginleg ákvæði starfsemi sérhæfðra endurtryggingafélaga fyrr en með tilkomu tilskipunarinnar og markmið með tilskipun endurtryggingar er því að samræma eftirlit með endurtryggingastarfsemi og styrkja innri markaðinn hvað varðar vátryggingastarfsemi. Tilskipunin er í samræmi við alþjóðlega staðla eftirlit með endurtryggingastarfsemi sem unnir hafa verið af alþjóðasamtökum eftirlitsstjórnvalda á vátryggingarsviði. Á sama hátt og í frumtryggingastarfsemi veitir starfsleyfi í endurtryggingum í einu aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins möguleika til að starfa á öllu svæðinu. Til að vernda hagsmuni neytenda og vegna ólíkra ákvæða laga vátryggingastarfsemi á Evrópska efnahagssvæðinu þurfa frumtryggingafélög að tilkynna heima eftirlitsstjórnvöldum sínum fyrirætlanir að hefja starfsemi í öðrum ríkjum svæðisins. Eftirlitsstjórnvöld heimaríkis tilkynna eftirlitsstjórnvöld gistiríkis starfsemina
og votta að vátryggingafélagið uppfylli kröfur lágmarksgjaldþol. Slík skilyrði eru hins vegar ekki í endurtryggingatilskipuninni. Flest ákvæði endurtryggingatilskipunarinnar eru þó efnislega samhljóða sambærilegum ákvæðum tilskipana skaðatryggingar og líftryggingar og felur innleiðing þeirra því sé takmörkuð áhrif á innleiðingarákvæði gildandi laga vátryggingastarfsemi. Helstu frávik frá ákvæðum skaða- og líftryggingatilskipunar lúta því að starfsemi með endurtryggingar í reynd alþjóðleg. Frumvarpið gerir nokkra tillögur til breytinga sem hvorki tengjast innleiðingunni á endurtryggingatilskipuninni né eru umritun gildandi ákvæði, það er að segja eru hrein nýmæli og er rétt að geta helstu nýmælana og verður gerð grein fyrir þeim í þeirri röð sem þær eru í frumvarpinu. Frumvarpið leggur til að íslensku vátryggingafélög skuli rekin í hlutafélagaformi. Gildandi lög gera bæði ráð fyrir hlutafélagaformi sem og því að unnt sé að reka vátryggingafélag sem gagnkvæmt með þegar gildandi lög komið til framkvæmda voru starfandi allnokkur slík. Í dag er engin gagnkvæm vátryggingafélög með starfsemi. Þessi félagsform er hins vegar þekkt á öðrum Norðurlöndum og munu nokkur gagnkvæm félög enn starfandi þar. Í Danmörku eru nokkur fjöldi smárra á danskan mælikvarða gagnkvæmra tryggingafélaga sem veita þjónustu á afmörkuðu sviðum og í nokkrum EES-ríkjum, meðal annars flestum hinna nýrri, er hins vegar ekki heimilt að stofna vátryggingafélög með öðru formi en hlutafélög. Svo virðist sem gagnkvæma formi dugi vart á markaði þar sem virk samkeppni er og gagnkvæm félög eiga oft í erfiðleikum ef þau þurfa að bæta fjárhagsstöðu sína. Þau geta ekki líkt á hlutafélög aukið eigið fé félagsins með útgáfu nýrra hlutabréfa og gagnkvæma formi virðist einkum henta þegar sérhæfðar vátryggingar er ræða í takmörkuðum rekstri. Þá erfiðleika sem gagnkvæmi vátryggingafélög lenti hér á landi má fyrst og fremst rekja til vandræða þeirra við að hlúa fjárhagslegum styrk sínum á markaði. Lög opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi voru samþykkt eftir gildistöku gildandi laga og lagabreytingar sem urðu á ákvæðum réttarsamband vátryggingataka og vátryggingafélags við gildistöku nýrra laga. Vátryggingasamninga gera það nauðsynlegt að afmarka betur en núgildandi lög hvenær fjármálaeftirlitið getur gripið til aðgerða og viðurlaga séu hagsmunir neytenda ekki hafðir til hliðsjónar. Í samræmi við þetta leggur frumvarpið til að fjármálaeftirlitið hafi heimild til að grípa til ráðstafana ef það telur að starfsemi vátryggingafélags sé ekki í samræmi við góða viðskiptahætti eða venjur. Og fjármálaeftirlitinu ber að meta það hverju sinni hvort tilefni sé til ráðstafana á grundvelli þeirra heimildar sem eftirlitið hefur. Hefur fjármálaeftirlitið árabil starfrækt upplýsinga og leiðbeiningaþjónustu fyrir viðskiptavini eftirlitsskyldra aðila og þeir geta beint fyrirspurnum til eftirlitsins ýmist almenns eðlis varðandi starfshætti eða í tengslum við tiltekin mál. Fjármálaeftirlitið hefur hins vegar ekki úrskurðarvald í einstökum ágreiningsmálum eða sker úr réttindi og skyldur aðila að einkarétt eða ágreining sönnun málsatvika. Þau úrræði sem einstaklingum og lögaðilum standa til boða til að leita réttar síns vegna einstakra viðskipta við vátryggingafélög eru úrskurðarnefnd í vátryggingamálum eftir atvikum gerðardómar og almennir dómstólar. Frumvarpið leggur til töluverðar breytingar á ákvæðum stofnun og starfsleyfi vátryggingafélags. Taka þær mið af lögum fjármálafyrirtæki eftir því sem unnt þykir og lögum hlutafélög. Er lagt til að fjármálaeftirlitið veiti starfsleyfi vátryggingafélags en samkvæmt gildandi lögum er það viðskiptaráðherra sem veitir starfsleyfi. Er breyting þessi lögð til samræmis við það sem gildir önnur fjármálafyrirtæki. Af þessu leiðir að komi til starfsleyfissviptingar er það fjármálaeftirlitið en ekki ráðherra sem tekur ákvörðun leyfissviptingu. Frumvarpið leggur til breytingar á ákvæðum meðferð virks eignarhlutar og leggur það til að atkvæðisréttur aðila sem eignast eða eykur við virkan eignarhlut þrátt fyrir að fjármálaeftirlitið að komast að þeirri niðurstöðu að hann sé ekki bær til að fara með hlutin fari niður fyrir lágmark virks eignarhlutar og takmarkist við 9,99%. Í ljósi alvarleika þess að aðili brýtur á ásetningi gegn rökstuddri niðurstöðu eftirlitsaðila þykir rétt að takmarka enn frekar athafni slíkra aðila með tilliti til fjármálamarkaðins og trúverðugleika hans. Fjármálaeftirlitið fer gaumgæfilega yfir tilkynningar aðila að þeir hyggist eignast eða auka við virkan eignarhlut og við þá fer leitar eftirlitið staðfestingar á hæfi aðila til að fara með hlutin og rökstyður niðurstöðu sína komið staða fyrir niðurstöðu aðilins sé ekki hæfur til að fara með hann.
Frumvarpið leggur til þrengingu á heimildum til setu í stjórn vátryggingafélags. Bæði fjölgað upptalningu þeirra sem væntanlegir stjórnarmenn mega ekki hafa gerst brotlegir við og eins eru þrengt skilyrði fyrir því að aðilar í hagsmunasambandi, aðilar í hagsmunasambandi við samkeppnisaðila viðkomandi félags geti tekið sæti í stjórn. Ástæða þess að frumvarpið leggur til þessa þrengingu gagnrýni á þröngt eignarhald á innlendum fjármálamarkaði og talið full ástæða til þess að stjórnvöld bregðist við. Þetta skiptir trúverðugleikann miklu máli framgang og möguleika aðila til að þróast frekar. Og með frumvarpinu lögð til ný ákvæði gagnsæi í störfum fjármálaeftirlitsins til að taka af allan vafa að fjármálaeftirlitinu sé heimilt að birta opinberlega niðurstöður í málum eða athugunum talið nauðsynlegt að jákvætt ákvæði þá veru sé að finna í þessum lögum. En eins og áður sagði þá var upphaflegi tilgangurinn að innleiða þessa tilteknu tilskipun en við nánari skoðun á lögunum þá þótti rétt að fara mjög vandlega yfir gildandi lög með tilliti til breytingar sem gerðar hafa verið á þeim í gegnum tíðina og jafnframt þessu hafi Eftirlitsstofnun EFTA bent á nokkur ákvæði eldri tilskipanir sem stofnunin taldi ekki verið innleidd með fullnægjandi hætti og þá var tilefni einnig nýtt til þess að aðlaga ákvæðum virkan eignarhlut ákvæðum tilskipunar. Eins og ég gerir grein fyrir í upphafinu í athugasemdum einstaka greinar skilmerkilega fjallað það hvort viðkomandi grein sé til innleiðingar á endurtryggingatilskipunni, öðrum tilskipunni eða hvort sem ræða sér íslensk ákvæði. Og að lokinni þessar umræðu lagt til að frumvarpinu er vísað til annar umræðu og hæstvirtra viðskiptanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annar umræðu og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið greiðslur til líffæragjafa, það er stjórnarfrumvarp. 259. mál á þingskjali 419, það er fyrsta umræða. Til máls tekur hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga greiðslur til líffæragjafa. Í nóvember 2007 skipaði ég ásamt heilbrigðisráðherra vinnuhóp til að kanna stöðu lifandi líffæragjafa og þá einkum með tilliti til greiðslna vegna tímabundinnar óvinnufærni eftir líffæragjöf. Í vinnuhópnum áttu sæti fulltrúar samtaka aðila vinnumarkaðarins auk fulltrúar stjórnvalda og skilaði hópurinn skýrslu til ráðherranna í apríl síðastliðið vor. Frumvarp þetta er byggt á tillögum vinnuhópsins sem fram kom í skýrslu hópsins. Hópurinn taldi meðal annars að yfirstjórn greiðslna til líffæragjafa á vinnumarkaði ætti undir málefnasvið félags- og tryggingamálaráðherra enda að ræða réttindi til greiðslna vegna tímabundinnar fjarveru fólks af vinnumarkaði sem fjármagnaðar væru úr ríkissjóði. Vinnuhópurinn kynnti sér líffæraígræðslu hér á landi. Í skýrslu hans kemur meðal annars fram að alvarleg bilun lífsnauðsynlegra líffæra svo sem hjarta, lifrar, lungna og nýrna hefur verið vaxandi heilbrigðisvandamál á Vesturlöndum á síðustu árum. Ígræðsla líffæris er þá í mörgum tilvikum besta meðferðarúrræði sem völ er á. Líffærin fást aðallega frá látnum líffæragjöfum en einnig getur lifandi og heilbrigt fólk gefið nýra og hluta lifrar. Lifandi nýrnagjöfum hefur víða fjölgað mikið síðustu ár vegna skorts á nýrum frá látnum gjöfum en áhættan sem fylgir slíkri aðgerð er mjög lítil. Nýru eru þau líffæri sem oftast eru grædd í sjúklinga hérlendis en árlega hefja 20 einstaklinga meðferð við lokastigs nýrnabilun hér á landi. Tvenns konar meðferð er í boði vegna nýrnabilunar. Annars vegar að ræða blóðhreinsun sem að kallast skilun og hins vegar ígræðsla nýra sem er kjörmeðferð en hentar þó ekki öllum sjúklingum. Nýrnaígræðslur frá lifandi gjöfum hafa verið framkvæmdar hér á landi á Landspítala frá árinu 2003. Fram til ársins 2005 voru að meðaltali gerðar 5 nýrnaígræðslur árlega í sjúklinga sem sjúkratryggðir eru hér á landi en síðustu ár hefur þeim fjölgað nokkuð. Gera má ráð fyrir að sjúklingum sem þarfnast ígræðslu nýra fjölgi enn frekar á næstu árum og til marks það bendir vinnuhópurinn á að í ársbyrjun 2008 hafi 30 einstaklingar verið á ýmsum stigum undirbúnings fyrir ígræðslu. Líffæragjafi sem er á lífi verður í flestum tilvikum óvinnufær í tengslum við líffæragjöf
og þarf því að leggja tímabundið niður störf sé hann virkur þátttakandi á vinnumarkaði. Þó hefur ekki verið talið að þessi tilvik falli undir réttindi launafólks til launa í veikindaforföllum samkvæmt kjarasamningum, enda ekki eiginleg sjúkdómstilvik eða tilfelli að ræða. Sjúkra- og styrktarsjóðir stéttarfélaganna hafa í einhverjum tilvikum veitt félagsmönnum sínum fjárhagslegan stuðning eða greitt dagpeninga á grundvelli sérstakra heimilda vegna ólaunaðrar fjarveru frá vinnu í tengslum við líffæragjöf, enda þótt ekki sé kveðið beint á slík tilfelli í reglum þeirra. Eðlilegra þykir að líffæragjöfum sé tryggð tímabundin fjárhagsaðstoð með þeim hætti sem lagt til með frumvarpi þessu. Virðulegi forseti, með frumvarpinu því lagt til að líffæragjafar sem eru launamenn eða sjálfstætt starfandi einstaklingar á innlendum vinnumarkaði og verða óvinnufærir vegna líffæragjafar geti átt rétt á sem nemur 80% af meðaltali heildarlauna í allt að 3 mánuði, enda hafi þeir verið virkir þáttakendur á vinnumarkaði samfellt í að minnsta kosti 6 mánuði fyrir þann tíma. Við útreikning á tekjutengdu greiðslunum skal miða við tekjuárið á undan því ári sem líffæragjafi leggur niður störf vegna líffæragjafar. Mánaðarlega greiðslur til líffæragjafa geta þó aldrei verið hærri en sem nemur 535.700 krónum og ekki lægri en 134.300 krónur. Lagt til að sérfræðilæknir sem hefur umsjón með undirbúningi líffæragjafar, aðgerðinni sjálfri sem og eftirmeðferðinni vottu hvenær líffæragjafi verður óvinnufær og hve lengi hann er óvinnufær vegna líffæragjafarinnar. Jafnframt gert að skilyrði að líffæragjafi hafi lögheimili hér á landi þegar hann verður óvinnufær vegna líffæragjafar og þann tíma sem greiðslur standi yfir. Síðan er miðað við að það komi í hlut Tryggingastofnunar ríkisins sem ég ætla að fara með framkvæmdina að meta aðstæður líffæragjafa heildstætt og þá í hversu langan tíma hann geti átt rétt á greiðslum. Gert er ráð fyrir að greiðslur reiknist frá og með þeim degi er vinnuveitandi hættir að greiða starfsmanni sínu full laun í forföllum hans í tengslu við líffæragjöfina. Í skýrslu vinnuhópsins kemur fram að í langflestum tilvikum séu líffæragjafar komnir til starfa á ný eftir 6 vikur en ástæða þykir til að gera ráð fyrir að fjarvisti frá vinnu geti staðið yfir í alltaf 3 mánuði enda geta tilvikin verið nokkuð misjöfn. Ennfremur er mælt fyrir í frumvarpi þessu að til þátttöku á vinnumarkaði teljist ennfremur sá tími sem líffæragjafi fær greiddar atvinnuleysisbætur á biðtíma eftir slíkum bótum eða hefði átt rétt á þeim hefði hann skráð sig án atvinnu samkvæmt gildandi lögum atvinnuleysistryggingar. Hið sama á við þann tíma líffæragjafi í orlofi eða leyfi samkvæmt lögum, kjarasamningi eða ráðningarsamningi, hefur fengið greidda sjúkra- og slysadagpeninga, nýtur bóta frá tryggingafélagi sem komi í stað launa vegna tímabundins atvinnutjóns af völdum slyss og fær tekjutengdar greiðslur samkvæmt lögum greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna. Við útreikning á tekjutengdum greiðslum samkvæmt frumvarpi þessu er gert ráð fyrir að miða verði við þær greiðslur sem líffæragjafi hafði á þessum tíma eða eftir því sem við getur átt þær viðmiðunartekjur sem þær greiðslur voru miðaðar við. Fyrrnefndur vinnuhópur fjallaði einungis rétt líffæragjafa sem eru virkir þáttakendur á innlendum vinnumarkaði en lagði í skýrslu sinni áherslu á að skoðuð sérstaklega staða þeirra líffæragjafa sem eru námsmenn. Við nánari athugun þótti ástæða til að veita þeim ákveðin réttindi enda getur líffæragjöf falið í sér fjárhagslegt óhagræði fyrir námsmenn í tilvikum þegar líffæragjöfin hefur veruleg áhrif á námsframvindu þeirra. Í slíkum tilvikum eiga námsmenn á hættu að eiga ekki rétt á námslánum en réttur til slíkra lána byggist yfirleitt á að námsmaður fullnægi þeim skilyrðum sem viðkomandi skóli setur eðlilega námsframvindu. Ennfremur getur líffæragjöfin haft áhrif á getu líffæragjafans til að stunda vinnu samhliða náminu sem ætluð var honum til framfærslu. Í frumvarpinu er því lagt til að líffæragjafi sem þarf að gera hlé á námi vegna líffæragjafar samkvæmt vottorði sérfræðilæknis sem annast líffæragjöfina geti átt rétt á 134.300 krónum á mánuði í alltaf 3 mánuði samkvæmt mati Tryggingastofnunar ríkisins sem annast framkvæmdina. Miðað við að líffæragjafi hafi verið námsmaður í fullu námi í skilningi frumvarpsins í að minnsta kosti 6 mánuði á síðustu 12 mánuðum áður en hann verður að gera hlé á námi sínu vegna líffæragjafar. Ennfremur er gert ráð fyrir að líffæragjafinn geti ekki stundað nám sitt vegna líffæragjafarinnar. Ekki er gert ráð fyrir að greiðslur geti komið til fyrr en að líffæragjöfin hefur haft veruleg áhrif á námsframvindu líffæragjafans og þar með leitt til þess að hann hafi ekki getað aflað sér lífsviðurværis með þeim hætti sem áætlað var þegar ákvörðun nám var tekið.
er því miðað við að hann hafi þurft að gera hlé á námi sínu í að minnsta kosti eina önn í viðkomandi skóla. Ástæðan er sú að umræddum greiðslum er ætlað að bæta framfærslumissi líffæragjafans sem námsmanns en ekki ætlað að vera styrkur vegna líffæragjafarinnar. Virðulegi forseti, með þessum breytingum verði frumvarp þetta að lögum höfum við fært aðstæður líffæragjafa hér á landi til samræmis við það sem tíðkast hjá nágrannaþjóðum okkar en víða svo sem á Norðurlöndum og Bretlandi hefur verið miðað við að líffæragjafar verði ekki verr settir fjárhagslega eftir líffæragjöf enda þótt reglurnar séu misjafnar milli ríkja. Árlegu kostnaði vegna frumvarps þess er ætlað að nema 21,5 milljón króna en þar var áætlað að samtals gefi 25 einstaklingar líffæri á ári og var miðað við að meðal heildarlaun á mánuði árið 2007 hjá fullvinnandi launafólki á verðlagi ársins 2008. Var þá jafnframt miðað við að 60% líffæragjafa hefji störf að 6 viknum liðnum en 40% líffæragjafa verði frá vinnu í fulla 3 mánuði. Í ljósi þess sem ég rakti hér í upphafi mikilvægi þessara aðgerða verður að telja tímabært að setja reglur greiðslur sem þessar enda verður kostnaðurinn að teljast óverulegur þegar litið er til þess ávinnings sem það er fyrir samfélagið og að fólki sé reiðubúið að gefa líffæri til bjargar mannslífum. Þar verðum við að koma í veg fyrir að fólk treysti sér ekki til að gefa líffæri eingöngu af fjárhagslegum ástæðum með því að tryggja fólki þá fjárhagsaðstoð sem mælt er fyrir í frumvarpi þessu. Að lokinni þessar umræðu legg ég til að frumvarpinu verður vísað til háttvirtrar félags- og tryggingamálanefndar. Næst tekur til máls háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Helga Sigrún Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum félagsmálaráðherra fyrir framlagningu þessa máls. Þingflokksformaður Framsóknarmanna, Siv Friðleifsdóttir, vakti athygli á því hér fyrr í vetur en það verður að segjast eins og er að líkurnar aukast óneitanlega verulega við það. Hæstvirtur félagsmálaráðherra leggur það fram. Ég vil svo sem ekki fara efnislega yfir þetta mál, hún gerði það ágætlega, en vil lýsa yfir ánægju minni með þá stefnu sem að fram kemur hér í þessu máli að fjárhagsstaða fólks ráði ekki úrslitum líf og heilsu þess og mig langar að lauma því að hæstvirtum félagsmálaráðherra að heilbrigðisráðherra hefði líklega gott af leiðsögn hennar enda margt sem bendir til að skilningur hans sé annars. Hæstvirtur félagsmálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns og tekur nú til máls. Virðulegi forseti, út af síðustu orðum háttvirts þingmanns að skilningur hæstvirts heilbrigðisráðherra sé annar en þeirra sem hér stendur á því frumvarpi sem hér er lagt fram að þá vil ég vekja athygli á því að í upphafi þegar lögð voru drög að þessari frumvarpssmíð þá var skipuð nefnd bæði á vegum mín og heilbrigðisráðherra hæstvirts til þess að vinna að framgangi þessa máls og það var sameiginleg niðurstaða í þessari skýrslu hvernig að þessu skyldi unnið og með það hefur verið farið. Sú nefnd sem vann þetta mál síðan áfram var með aðild heilbrigðisráðherra og það var engin ágreiningur í þessari nefnd þannig að ég vildi koma því á framfæri. En að öðru leyti þakka ég háttvirtum þingmanni fyrir undirtektir undir þetta mál. Háttvirtur 3. þingmaður Suðurkjördæmis svarar andsvari. Virðulegi forseti, það var nú kannski ekki eingöngu í þessu máli sem að ég átti við að hæstvirtur heilbrigðisráðherra hefði nú hugsanlega annan skilning á málum, heldur kannski ekki síður vegna þeirra gerræðislegu vinnubragða sem að sýnd voru hér eftir áramótin þegar hann kynnti sínar hugmyndir algjörlega án samráðs við alla aðra þar sem að auðmönnum virðist vera ætlað hlutverk í heilbrigðisþjónustunni með tilheyrandi einkavæðingu og greiðsluþátttöku almennings. Þannig að það er fyrst og fremst ánægja sem ég er að lýsa með þá stefnu að fjárhagsstaða fólks ráði ekki úrslitum líf og heilsu þess og fyrir það vildi ég þakka. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og félags- og trygginganefndar. Ef enginn hreyfir andmælum. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið, andstaða við eldflaugavarnarkerfi. Háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon hefur kvatt sér hljóðs fundarstjórn forseta og tekur hann nú til máls. Frú forseti, ég vísa til umræðna sem urðu hér fyrir á þessum fundi og það sem við lögðum til við virðulegan forseta að dagskrá þessa fundar er einfaldlega tæmd og það er að segja að mál þau tekin út af dagskrá sem að
ekki ber brýna nauðsyn til að ræða í dag vegna aðstæðna hér við upphaf þingfunda og óánægju með þá dagskrá sem upp var sett sem fram hefur komið. Og þó að þau séu góðra gjalda verð, þau mál sem að hér eru eftir á dagskránni, þar á meðal þetta, 7. dagskrármálið, þá óska ég eftir því að það verði tekið út á dagskrá og rætt síðar, sett á dagskrá á næsta fundi þar sem að þingmannamál verða til umfjöllunar. Nú hafa verið rædd og komið til nefndar þeim 2 stjórnarfrumvörpum sem hér voru fremst á dagskrá fundarins og með fullri virðingu þá leyfi ég mér að segja, ég held að öll þau mál sem þarna eru á eftir séu ekki þannig tímabundin eða brýn að miklu máli skipti hvort þau séu endilega rædd hér í dag við þessar óvenjulegu aðstæður. Ég held að væri skynsamlegt og betri svipur á því að láta nú hér staðar numið og taka þessi mál fyrir síðar við skemmtilegri aðstæður en eru til fundahald á Alþingi Íslendinga í dag. Forseti mun verða við þessari ósk háttvirts þingmanns og tekur 7. dagskrármálið út af dagskránni og fresta því til síðari fundar. En nú mun vera gert hlé á þessum fundi í 20 mínútur vegna fundar forseta með formönnum þingflokka. Fundinum er frestað.